Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know. Jú, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það er komið að körfunni. Það er Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari Íslandsmeistara Grindavík sem er komin á línuna. En nú er náttúrulega fyrirtækja bikar karla hafinn á fullu og tímabilið senna hefjast í október en hann er komin á línuna Sverrir Þór Sverrisson, komdu blessaður og sæll höfðingi. Komdu blessaður. Hvernig ertu? Bara nokkuð góður. Kemur vel undan þessu sumri eða ekki? Jú. Já. Þetta veður hefur ekkert og rigning og svona leiðindi hefur ekki haft áhrif á þig? Nei, ekkert sérstaklega. Ég er endar náttúrulega málari og það er náttúrulega búið að ekkert verið rosalega mikið að við geta verið úti að mála en sem betur fer þá hafa verið næg inniverkefni líka. Já. Þannig að þetta hefur verið skrautlegt, við hefum ekki fengið, það hefur ekki verið mikið blíða fyrir okkur hérna Íslendingana í sumar. Nei, en það hefur allan að þannig að þú nærið allan að dunda þér inni? Já, maður hefur haft næga vinnu sem betur fyrir. En hvernig hefur svona Grindavík, eru þið búin að vera ævælt sumar eða tókuð ykkur sumarfrí? Já, við tókum mæ alveg náttúrulega bara eftir að móti klára ekki fyrra og tókum frí alveg í mæ og svo erum við bara í styrktaþjálfun og smá spil svona í júní, júlí og ágúst og svo fór þetta bara alltaf júní og júlí og svo fór þetta bara alltaf fullt í ágúst. Já. Þannig að við erum bara að undirbúa okkur ennþá fyrir móti, það er ennþá mánuður í að deildin byrji og það er mikið leiki samt núna, fyrirtækja bikarinn og svo tókum við þátt í ljósanendum móti í Keflavík og þannig að það er mikið að vera bara. Já. Fyrirtækja bikarinn, hann er á góðum tíma eða ekki svona fyrir undirbúning að vera með þetta svona fyrir tímabilið? Jú, ég er bara mjög ánægður með þetta fyrirkomulega að taka þetta fyrir mót. Og ég held að þetta sé bara, nokkuð sniðugt að hafa þetta svona og vona bara þetta verði svona áfram. Já, þá er þetta ekki eins mikið svona þvælingur á mótum? Nei, og líka bara, eins og þetta var í fyrra, þá var alltaf til skiptis og mér fannst einhvern veginn þá ekki svona lítill áhug fyrir fyrirtækjakeppninni og mér finnst það svona kannski meira núna þó þetta sé þannig sé kannski verða alltaf litið á þetta sem svona frekar lítið mót þá er þetta svona meira núna kannski fyrst að vera að spila þetta er einu móti sem er í gangi núna og þá kannski fara liðin á fullt í leikina og þetta er bara jákvæmt held ég. Tefliði Grindvíkingar afsakið tefliði eitthvað miklu breyttu liði núna þetta árið eða eru þið með svipaðan hóp og í fyrra? Já, við erum íslenski kjarnin er allur ennþá hjá okkur frá því fyrra að undanskildum Davíð Inga Böstjón sem er farin í nám í Reykjavík og flutti þangað og ákveða að fara og spila í fyrstu deildinni í vetur. Já. Þannig að hann verður með Fjölni í vetur og annars er allir ennþá og svo náttúrulega bara breytingar náttúrulega á útlendingareglunni þannig að við verðum með einn bandaríkjamann í vetur og það er nýr leikmaður sem var ekki með okkur í fyrra. Já, Kristoffer Stephenson eða ekki? Jú, það passar. Og hvernig er hann búinn að standa sér svona til þess að byrja með á æfingu? Er hann að falla vel inn í þennan hóp? Já, hann er bara búinn að vera þetta síðan á 50 daginn þannig að það er lítil reynsla komin á hann en það er allavega, ég er allavega búinn að vera mjög spenntur fyrir þessu leikmanni eftir að ég skoða hann í sumar og ég held að hann eigi töluvert mikið inni með það sem hann er búinn að ná að sína á fyrstu dögunum. Er ekki erfiðast þegar maður er þjálfari hérna á Íslandi, er ekki eiginlega erfiðasta verkefni það er að velja kanan yfir sumartíman? Já, ég veit ekki erfiðast, þetta er ekki skemmtilegt að vera endalaust að leggja yfir einhverju spólum og vera svo náttúrulega kannski mest, við erum að fá svo mikið sent við þjálfararnir, það er endalaust áreiti frá umboðsmönnum og þú fær svo mikið sent að maður verður eiginlega alveg, ef maður sér ekki fljótt úr, þá verður maður alveg ruglaður á þessu og það er voðalega gott að vera fljótur að ná að afgreiða þessi mál og svo er þetta náttúrulega svo mikið lott og alltaf. Já. Leikmenn líta vel út, maður treystir á þeir eru góðir í skóla og færa sig á spólur og það lítur vel út. Svo er spurning þeir eru komnir hingað hvort þeir aðlagast þetta. Já. Hvort þeir fytti bara hreinlega inn í umhverfið og liðið og
þeim líði vel hérna, þannig að það þarf að vera mikil heppni, það þarf að vinna heimavinnuna og svo þarf maður líka að vera heppin og en þetta svo sem, það minna mál núna alltaf, það bara að finna einn leikmann, þetta hefur verið tveir leikmenn í fyrra, strax í sumarið þá þurfti mann að finna 2, þannig að Og svo að koma þarna upp einhverju pjakkar eða ekki úr yngri flokkastarfinu þarna aðeins inn sem eftir að fá einhverja mínútur? Jú, það eru mjög efnilegir strákar að koma upp og núna í þessum leikjum hafa verið að spila mjög mikið og meira þess að einn sem hann verður 17 ára núna fljótlega, hann heitir Jón Axel Guðmundsson, sonur Guðmundar Bragason, hann hefur verið að byrja inn á hjá okkur og staðið sér bara vel og fleiri strákar sem eru á hans aldri sem eru þarna í hóp líka og hafa komið bara fínt inn í þetta, þannig að ég vona bara að þeir eftir að standa sér það vel að þeir vinni sér inn mínútur í vetur þegar alvaran byrjar. Jón Axel, hann eitthvað líkur pappa sínum í leikstíl eða? Nei, þeir eru mjög ólíkir, Jón Axel leikstjórnandi, og Gummi náttúrulega miðherji og þannig að þeir eru ekki líki leikmenn og hann getur alltaf, hann hefur góða fyrirmynd í pappa sínu sem var náttúrulega einn allra besti leikmaðurinn í mörg ár og flottur karakter, þannig að ég vona að strákurinn nái bara langt. Já, en hann vinnur pappa sinni það ekki núna einn á móti einum? Ég veit það ekki, ég væri til að sjá, ég held að það er hörkuleikur. Já, við þurfum að bara senda á feðga áskorun og fá vídeo af því. Já. Nákvæmlega. Já, en svona aðeins að öðru liðum, hvaða lið svona telurðu séu búin að styrkja sig mest í sumar eða fyrir leiktímabilið? Svona í fljótu bragði þá er náttúrulega klárt mál að Káringarnir eru orðnir sterkari, þeir eru búin að fá öfluga leikmenn inn og Keflvíkingarnir, ég held að þeir verið mjög sterkir, þeir halda báðum útlendingunum frá því fyrra og eru búin að fá Gumma Jóns, Þröst Jóhans og Gunnar úr Fjölni, það er ungur efnilegur strákur, þannig að ég held að Keflvíkingarnir og KR verði mjög sterk og svona með hvernig það var í fyrra hjá þeim, þeir bæti verulega í og svo ég veit það ekki, það er svolítið svona maður veit ekki alveg með því Njarðvíkingarnir eru búin að bæta líka stækka hópinn hjá sér, þannig að þetta eru svona fljótu bragði þá koma þessi lið upp í hugan að verði töluvert sterkari enn í fyrra. Káringar náttúrulega konir með Pavel heim og það er náttúrulega gerir heilmikið fyrir þá? Já. Hann ætti að styrkja á mjög mikið, hann náttúrulega landsliðsmaður sem er búin að spila vísvegar í Evrópu og kann þetta allt saman, þannig að þeir verða náttúrulega þrælsterkir. En svo verður náttúrulega mjög fróðlegt að fylgjast með Njarðvík og konni með reynsluboltan Loga Gunnarsson þarna inn í blandið þess að ungu etnilegu strákar sem eru þar. Já, ég veit reyndar ekki hvort að Logi verði, ég held að sé nú ennþá að leita fyrir sér, en hann var alltaf búin að skipta yfir í Njarðvík og hann myndi náttúrulega styrkja þá alveg svakalega en Njarðvíkingarnir eru náttúrulega búnir að vera núna 2 ár með þessa stráka. Nú eru þeir ekkert nýlega lengur, þeir eru bara konum með reynslu, odnir nokkrir að þeim bara er ekkert lengur efnilegir, þeir eru bara odnir góðir. Þannig að núna gera þeir, ætlaðir, ég er alveg viss um það, þeir ætla þessi stærri hluti, þannig að ég gerir ráð fyrir að þeir verði bara í toppnum í vetur. Já, svona því, en að svona öðrum liðum eins og stórveldi Snæfell og Snæfell er alltaf góðir, þeir eru með nánast held ég sama mannskap og í fyrra, mistu náttúrulega Ólaf Torfa og fengu hann Finn frá Káringunum og svo halda öllum þessu reynsluboltum Jón Ólaf, Sigga, Pálma og þeir verða sterkir, þeir eru alltaf sterkir og ég held að þeir séu ekki bara svona svipaðir og þeir voru í fyrra. Já. Svo er náttúrulega eitt lið fyrir utan þá, það er náttúrulega Stjarnan líka. Já, Stjarnan er Stjarnan náttúrulega mistu Jóhann, það telur svolítið mikið af því að hann var að koma inn á bekknum og skilaði nánast alltaf einhverju 15 stigum og það er svolítið missir og þeir verða klárlega sterkir og svo náttúrulega Þór Þorláksöfn, við vitum það alveg með Benna Vinvin að hann er aldrei
í þessu bara til að vera með. Hann endar alltaf, púslar alltaf saman sterkur liði og þó að það voru svolítið breytingar hjá þeim, þá verða þeir hérna líka ætla sér alveg póttið að vera hérna í efri hlutanum. Já, þú hefur svona trú á púlurum, hann ekki púlari líka? Hann púlari, jú. Við förum aðeins í enska boltan eftir smástund, ég get alveg lofað því. Já. En hérna, ég til í það. Já, en svo hérna aðeins að öðrum liðunum líka, hérna, og svo lið eins og Skallagrímur og Borgarnesi. Já, eins og Skallagrímur þá, maður hefur svona volítið heyrt. Maður er búinn að vera að heyra svona, já, ég sá að við voru að fá 2 leikmenn núna, hérna, ég sá, í dag einhverja frétt, þá voru einhverju 2 sem voru að ganga yfir til þeirra og svo hefur maður verið að heyra einhver nöfn bendlu við það og þannig að svo náttúrulega veltur þetta alltaf líka, þú veist, Skallagrímur eða fá einhvern meiri liðstyrk og fá góðan kana, náttúrulega hafa Pál Axel og svo náttúrulega duglega heimastráka, þá eru þeir lið sem á eftir að stríða á góðum degi, stríða hverjum sem er. Og hérna, svo er náttúrulega þú veist, hérna eins og Haukarnir, þeir komu upp. Já. Ég held að þeir séu nánast bara með sama lið, þannig að þeir voru náttúrulega góðir í fyrstu deildinni í fyrra og hérna, en ég held nú kannski að ég bjóst nú við að þeir myndu nú kannski ná sér í einhvern liðstyrk. Og hérna, hverjir komu, já, Valsararnir komu með þeim upp, þeir eru held ég bara nánast líka með, reyndar búin að bæta eitthvað smá við og þannig að maður veit náttúrulega ekki alveg hvernig þessi lið verða á móti þessum liðum sem við erum búin að ræða. Og svo er það KFÍ og IR, við höfum þau 2 lið eftir líka? Já, KFÍ er hérna, þeir allavega með þessi úrslit sem ég sé úr þessu leikjum sem eru búin núna hjá þeim, þá virðist hérna, hafa tekist að koma saman ágætis liði hérna hjá Ísfirðingunum og hérna, þeir verða væntanlega, það verður örugglega erfitt að fara á Ísafjörð að spila, þeir verður örugglega sterkir heima, oft verið þannig með þessi lið út á landi og þannig að svo er það, já, og íringarnir, vorum að tala um þá, þeir voru náttúrulega mjög heppnir í raun og veru að Pavel skildi koma heim og fara í KR, að Mattias, hann ákveður að fara til IR og hann styrkir þá náttúrulega svakalega og Örvar er búinn að fá þarna nokkra unga efnilega stráka sem að ég get alveg séð að hann ætti eftir að ná alveg helling út úr og þeir með góðum kana og Sveinbjörn í klassinni í toppformi, mér sýnist hann verið í hörkustandi, við spilum við á daginn, þá gætu þeir verið skeinuhættir, veitur. Já, en hvernig finnst þér eins og var verið að tala um, nú fer Mattias einmitt í IR svona aðalega til þess að fá meiri spilatíma, er þetta sniðugt, hvetur unga stráka til þess að gera þetta til þess að fá spilatíma eða eiga þeir að halda sig við sitt lið og meiri samkeppni á æfingum eða hvað er svona þitt mat á því? Ég myndi segja, það er náttúrulega, það er eiginlega erfitt að segja eitthvað eitt af þessu sé rétt, en það er náttúrulega rosalega gott að vera í ungu leikmaður í sterku liði þar sem voru að spila móti bara landsliðsmönnum og bara hrikalega öflugum mönnum á hverju einustu æfingu og hérna, þú tekur klárlega framförum, en svo er líka náttúrulega leiðin, sættirðu við það og sért svo kannski bara spila smá og sért í sterku lið, þeir eru þessi strákar að detti það að vera tvítugur held ég og þá held ég held að hann meti það bara þannig, hann er búinn að vera að horfa á stráka eins og Elvar Friðriks í Njarðvík, Martin Hermansson verið í stórum hlutverkum í sínu liðum og eru bara orðnir alveg virkilega góðu leikmenn í dag og hérna, ég held að hann sé bara að horfa í það, hann vilji fá bara stórt hlutverk og sé alveg tilbúin að fara þá í yfirgefa KR náttúrulega sem að verður klárlega spáð einn af toppsveitunum og fara í IR sem að fyrirfram gæti orðið í basli. Þannig að ég held þetta sé bara sama hvað hann hefði gert, þá held ég þessu voru erfitt að segja hvað er rétt. Ég held að komi bara í ljós í vetur. Já, en svo er, já, þessi deild, ég bara trúi því ekki að sé hægt að hafa hann eins jafnói fyrra. Nei, það er... Þetta var náttúrulega bara geðviki fyrra. Já, ég er alveg sammála því. En maður veit ekki, það er, þegar þetta fer að stað og liðin er endalega ljóst hvernig leikmannahóparnir verða og
ég var rosalega erfitt með að sjá svona fyrir, þú veist, hvort að eitthvað lið sé það slagt að það verði bara vinnivalla leik, þú veist, ég held þetta verði nú ekki þannig, mér sýnist ekki lið vera það slagt, mikið slakar en einhver önnur lið. Þannig að ég veit það ekki, ég held samt að deildin ég held þetta verði miklu kaflaskiptara, það verði nokkuð lið sem að stingi hinn algjörlega af. Já, nákvæmlega. En svona rétt í lokin áður en ég sleppi að það er náttúrulega ábygglega United vinnuðinum ekki til mikill að gleði, en nú er Liverpool á toppnum og þú ert mikill púlari og ég verð að fá að tala við aðeins enska boltann. Já, ég er alveg til í það maður. Núna loksins þegar það er eitthvað að frétta um Anfield. Já, en hvernig hefur þið fundið svona, bara enski bolti fara af stað? Bara ágætlega, mér finnst náttúrulega ömurlegt að það kemur landsleikja frí og allt stopp þegar þetta var svona rétt, það komu þarna 3 leikir strax og svo kemur svo langt frí, þannig að stemmingi fer svolítið úr þessu. En já, þetta við farið bara ágætlega af stað og náttúrulega fyrir með Liverpool það sem að hefur nú ekki verið mikið að frétta síðust árin og ekkert verið að byrja heldur einu sinni vel síðust árin, þá ég er náttúrulega gríðarlega ánægður og mér finnst Brendan Rodgers hann er að gera markvissa hluti og þannig að ég er bara bjartsýnn á að þó að séu 3 leikir búnir og mann nú ekki farin að halda það, ég sé að fara að vera meistari, en allavega ég er bjartsýnn á að hann verði með það þarna í toppnum alveg framundir lokmóts. Já. Okay. Og þannig að maður bara passa sig að fara ekki að vera óbjartsýnn. Þetta er búin að styrkja sig verulega, þeir náðu góð kaupum fyrir lok gluggans og svona ég held að liðið þoli núna að menn eins og til dæmis bara með Suárez, hann er frá að þeir eru ekki of háðir einu manni. Nei. En svona öðrum liðum, til dæmis eins og nú er Arsenal búin að styrkja sig verulega með að fá sér Özil, hefurðu mikla trú á þeim? Já, Arsenal er náttúrulega alltaf með, yfirleitt verið með eitt af skemmtunustu liðum, spila flottan bolta, skapa sér mikið að færu, skora mikið, en það er kannski, ég held að þeir veri náttúrulega mjög sterkir og þeir eru náttúrulega fá svílinga leikmann sem er að skapa, ég veit ekki, fái leikmenn í Evrópuboltar sem er verið að skapa jafn mikið að færum núna undanförnum árum og þeir hafa nú mennina sem er að geta skorað, bæði framlínumenn, kantmenn, miðjumenn og ég held að þeir veri klárlega að berjast í efri hlutan eins og þeir að vera að gera, en það er svona sem mann hefur heyrt marga tala svona spekinga að þeir vanti svona meiri skrokk kannski á miðjuna. Já. Við erum með svo marga léttleikandi svona flotta fótboltamenn, það vanti svona kannski einhvern svona nagla þarna fyrir aftan. Já. Voru reyndar að fá Flamini sem að ég held að sé svona kannski svolítið vinnusamur þarna á miðsvæðinu. En svona, hvaða lið heldur að verði svona, Englandsmeistari, þú eru eitthvað að fara með það núna? Ég myndi halda svona ef ég ætti að spá núna þá, það er náttúrulega kannski United hefur ekkert farið rosalega vel að stað og það er alveg spurning, þetta er fyrsta sísonið þeirra eftir að Ferguson stígur til hliðar, þannig að ég svona hallast ekki að þeim núna, ég held að verði Chelsea. Já. Þeir eru náttúrulega rosa öflugir og sjá bara hvaða leikmenn þeir geta verið að lána. Að lána Lukaku og svo Moses, svona hörku spilara sem gætu nánast verið að gera góða hluti hvar sem er og ég held að svona, þeir bæði það að þeir eru með hrikalega sterkan hóp og þeir eru konnir með Mourinho aftur sem er, við vitum náttúrulega með hann náttúrulega bara algjör vinner og hann vinnur nánast allstaðar sem hann kemur. Svona rétt í lokin, hvað er þitt lið í NBA-deildinni? Það er Lakers. Það er Lakers og það eru heldur betur mannabreitingar af þeim? Já, og þetta lítur ekkert alltaf vel út þar. Nei. En þeir kom alltaf aftur. Ég er búinn að upplifa þegar ég var mjög ungur og þá voru Magic Johnson og Jabbar og þessi kallar voru að vinna titla og fullt af titlum með Lakers og svo náttúrulega datt þetta alveg niður og þeir voru algjört miðlungslið og svo kom tíminn þegar Shaq og Kobe komu og þannig að þetta kemur, maður verður bara að bíða þolum að þannig að þeir verða sterkir aftur. Nákvæmlega. Sverrir Þór Sverrisson, þakka að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel í Grindavík. Takk fyrir. Blessaður. Blessaður. Já, það held ég nú
við bara skellum okkur núna í enska boltan aðeins